Góðan daginn, hvað ekki betra en að byrja vikuna með því að hagnast meira? Eigum við að kíkja á hvernig fyrirtæki þitt getur hagnast meira með betri lausnum í flutningum. Mér langar til þess að spyrja þig nokkra spurninga þar sem þú getur einfaldlega svarað með sjálfum þér já eða nei. Hvað færðu mörg já-svör út úr þessu? Hvað kostar þið til dæmis að taka í 20 feta gáum frá Danmörku til Reykjavík? Ég sýndi í síðasta fréttabréfi hversu flókin einn flutningsreikningur getur verið. Jæja, mér langar að sýna ykkur annað dæmi. Hér á myndinni sérðu kostnað sem fellur á gám og þá reiknum við eins og venjulega ekki sjófraktina með. Cirka 1003 evrur eru bara gjöld sem eru óhaganleg, sem er nokkuð mikið. Og hvað gerist svo ef við bætum sjófraktinu við? Við gefum okkur að sjófraktin er 550 evrur á 20 feta gám. Hvað gerist þá? Jú, reikningurinn er komin upp í 1550 evrur. Og nota bene, ég tók ekki inn forfrakt eða collection fee, en collection fee er 10% af öllum erlendum kostnaði. Hvað er þá hægt að gera? Þetta eru til valmöguleikar. Þú getur prófað þjónustu okkar hjá Remeka. Við viljum gefa þér tækifæri á að geta borið saman við það sem þú greiðir í dag. Hjá okkur farið fast verð per pall án allra aukagjalda. Fyrir sendingu sem er 10 til 12 palla, þá viljum við bjóða þér verð per pall sem nemur einungis 115 evrum per pall. Ef við berum þetta saman við skipafélögin, þá getum við séð að fyrir 10 til 12 palla hreyfist verðið á gámaflutningi ekki neitt. Á móti er pallafraktin breytileg, þar sem munurinn er allt frá 133 evrum upp í 363 evrur per sendingu. Það er þó nokkuð mikil munur, það ekki? Þess vegna er mín spurning, af hverju ert að bíða? Prófaðu að senda eina sendingu með okkur og sjáðu munin. Ég þakka kærlega fyrir mig.